endaði í Fí-stúr sem að var ansi óhrein tóntegund á þeim tíma og við heyrum reyndar í þessu stórkostlega hljóðfæri hérna að lokahljómurinn var mjög óhreinn. Það út af því að þetta eitt af, að ég held, 3 orgelum, kirkjuorgelum af landinu sem ekki í jafnri stillingu. Þetta orgel í stillingu sem heitir Valotti sem að svona hálfgerð barokk stilling og hver tóntegund hafði svona sinn karakter og eftir þessu fórst fleiri krossa og lækkunarmerki í tóntegundarhringnum því falskara var það. En af hverju hann þá að semja Buxtehude þeim tíma verk sem endar á svona agalega falska hljómi? Hann nefnilega þekkti mann, hann átti vin, sem hét Snigger. Ab Snigger var orgelsmiður og það sennilega kannski 2 svo heppnir, 2 tónskáld svo heppin í tónlistarsögunni að hafa átt svona góðan vin. Það Buxtehude og svona karlarnir í kringum hann og svo einhverjum 200 árum seinna í París, César Franck og fleiri og orgelsmiðurinn Gavai Kol. Það nefnilega þannig að Buxtehude þróaði orgelmúsíkina gríðarlega mikið af því að það var rosalega sterk hreyfing í orgelsmíði á þeim tíma. Allt í einu fóru petalarnir að fótspilin að stækka gríðarlega mikið, komu miklu fleiri raddir, miklu vandaðri smíði. Þannig að þess vegna hann að skrifa alls konar petarsóló hér og þar af því að það var allt í einu orðið fínt, það var hægt að gera það allt í einu. Og svo þessi orgelsmiður, tónskáldin og tónvísindamenn voru að keppast við það að reyna að finna stillingar fyrir hljóðfærin sem að hægt var að spila í öllum tóntegundum eða fleiri tóntegundum. Svona fyrir hluta ævi Buxtehude var það ekkert hægt. Þá var stilling sem í dag er kölluð míntónstilling. Hljóðfærin voru stillt í henni og þá var fínt að spila í C-dúr og F-dúr og G-dúr og D-mól og svona nokkur tóntegundum. En Fí-stúr, ég hef spilað þetta verk á svona hljóðfæri og það alveg hræðilegt frá byrjun til enda. Þannig að hann að bara gera tilraunir, það kemur ný stilling og allt í einu fyrir að geta spila Fí-stúr hljóm. Enda pínu falskt en ekki falskt og var áður fyrr. Hún Hrönn ætlar að spila Passacagli D, eitt af þekktustu verkunum hans Buxtehude, eitt af þessum þrástæðiga verkum. Svolítið talnarsbyggi í þessu verki. Talan 7 gríðarlega mikilvæg í öllu sem að viðkemur kirkjulegri músík á þessum tíma. En hann að leika sér aðeins við tölur í þessu, en mér finnst ekkert ólíklegt að strákurinn sem að labba 18 ára til í heimsókn til hans hafi tilengað Buxtehude eða þess að samið það í hans anda þegar hann samdi sína stórkostlegu Passacagli 1708 árinu eftir að Buxtehude deyr. Það reyndar alveg gríðarlega stórt, miklu lengra verk heldur þetta. En enga síður þessi Passacagli í D-mál að mínum mati eitthvert fallegasta verk 17. aldar.